Halló allir, ég heiti Casey Hamlin. Ég er svo glöð að vera hér með ykkur í Tulum, Mexico. Sólin skín fallega, sjávarbylgjan fersk og menningin glöð. Það eins og hver dagur sé veisla. Þetta eins og göngutúr á ströndinni með palmatrjám og skærum bláum sjó. Frá fornum rústum til bláa hafsins svo margt að sýna ykkur. Ég get ekki beðið. Við skulum kanna saman fegurð, sögu og ævintýri Tulum. Ímyndið ykkur mjúkan hvítan sand undir fótunum og fallegt útsýni yfir Karíbahafið fyrir framan okkur. Það komin tími til að slaka á og skemmta okkur en með smá majatöfra. Svo, takið upp uppáhaldsdrykkin ykkar og við skulum hefja þessa ógleymanlegu ferð saman. Jæja, fyrsti staðurinn sem við heimsækjum stórkostlegar rústir Tulum. Hér mætist fornsaga og falleg sjávarströnd Mexico. Þegar þú nálgast, sérðu stórar byggingar rísa upp úr trjánum og þér líður eins og þú sért komin aftur í tíman. Það sem gerir Tulum sérstakt að það við Karíbahafið. Blávatnið svo fallegt undir fornu steinbyggingunum sem gerir það að einum einstakasta stað í heimi. Hið fræga hof El Castillo og stendur á kletti og sýnir okkur hversu klárir og sterkir Mayamenn voru. Þessi stóra bygging var notuð sem víti fyrir skip í gamla daga og sem virki til að verjast óvinum. Þegar þú gengur á þessum fornu steinlagðu stígum, finnur þú fyrir sögaugunni og fótsporum fólksins sem bjó hér löngu áður, fólk sem lifði í sátt við náttúruna. Hljóð öldana og fuglana gerir þessa ferð enn fallegri. Vindguðahofið, sem byggt á kletti, fallegur staður til að hugleiða og finna fríð. Þegar þú finnur sjávarvindinn, getur þú ímyndað þér forna presta, horfa út yfir hafið, rannsaka vindinn og heiðra náttúruöflin. Hver stein hér hefur sína sögu. Sögu verslun, trú og líf fornaldarmanna, þúsundir ára aftur í tíman, flóknar útskurðarmyndir og teikningar sem enn til staðar sýna okkur visku og trú Mayamanna og fá okkur til að hugsa heim þeirra og dást að honum. Þessi staður vel varðveittur og það skilti sem sýna þér var hofin hallirnar, Bray-Teen hallirnar og athafnasvæðin Bray, hei, leiðsögumenn okkar. Munu segja þér áhugaverðar sögur helgiathafnir, byggingar og daglegt líf í þessari fornu borg. Þetta eins og lífandi safn og fullkomin staður fyrir fjölskyldur og þá sem elska sögu. Hesla á playfunni. Börn munu undrast að sjá fornu húsin, Breythausen Estaleipreit, hestati, senni, sei og fullorðnir munu njóta ríkrar menningar og fallegs landslags. Þegar þú hér, finnur þú þig lítinn, en þú munt undrast mikinn arf Mayamanna. Hvernig þeir byggðu hlutina, og svona Brayfunnia, þekking þeirra á stjörnunum og fegurð listar þeirra laðar fólk alls staðar að úr heiminum. Rústir Tulum staður sem þú verður að heimsækja þar, sem falleg náttúra mætir djúpri sögu. Hvort sem þú elskar ævintýri, sagnfræðingur, eða bara að leita að fegurð, mun þessi forna borg gefa þér ferð sem þú munt aldrei gleyma. Þegar við horfum niður að klettum Tulum, sjáum við hafið í fallegum bláum og grænum litum. Það eins og að horfa á fallegt málverk í Karíbahafinu. Neðan við fornu rústirnar falleg hvít sandströnd sem heitir Playa Ruinas. Þetta eins og paradís. Hún svo falleg, ef ég væri barn, myndi ég byggja sandkastala. Stóra ströndin fullkomin til að ganga eða eyða tíma með fjölskyldunni. Ímyndaðu þér að eyða degi á fallegri strönd með palmatrjám og tæru bláu vatni.
Iguana som sóla sig á fornum steinum bæta fallegum og einstökum natúrlegum blæ á staðinn. Þetta eins og litlar eðlur að njóta sólarinnar. Bara sitja, bíja og bíða eftir að eitthvað fallegt gerist. Blandan af fornum rústum, stórum palmatrjám og tæru bláu vatni eitthvað fallegt sem þú munt aldrei gleyma. Þetta eins og postkort, fullkominn staður sem mun lífa í minningunni að eilífu. Hann svo fallegur, ei vildi að ég gæti málað hann. Þetta draumur ljósmyndarans og staður þar sem hjarta okkar finnur fríð. Þetta eins og veisla fyrir augun. Þú finnur fyrir svo mikilli slökun, eins og þú sért að lesa góða bók á strönd í Grikklandi. Að sitja á klettinum og horfa á hafið veitir þín nóponikinn fríð og óendanlega þakklæti. Þú finnur þig frjálsan, eins og fugl. Eða, eins og ég segi alltaf, þetta eins og heima. Náttúrufegurð Tulum eitthvað sem virkilega stórkostlegt. Þetta eitthvað sem breytir lífinu í alvöru. Við búin að skoða gömlu rústirnar, ekki satt? Jæja, nú skulum við ganga eftir þessum fallegu frumskógarstígum. Þessir stígar leiða okkur í gegnum frumskóg fullan af fallegum trjám og hann heldur áfram þar til hann klettinum. Þegar við göngum eftir þessum rólega stíg birtist því fallega Karíbahaf fyrir framan okkur. Þetta frábær staður fyrir þá sem vilja hvíla sig frá ís og þýsk hversdagsins. Fuglasöngurinn, læfblöðin sem hreyfast varlega og ilmurinn af suðrænum blómum. Allt þetta gerir frumskógin lífandi. Í hvert skipti sem við beigjum okkur birtist nýtt fallegt útsýni, hvítu sandstrendurnar og hið fallega bláa haf og aðeins lengra í burtu getum við séð falleg kórallar sem glitra. Þessi stígur auðveldur í göngu, svo hann góður fyrir alltaf fjölskylduna eða fyrir hugleiðslugöngu eða til að taka fallegar myndir. Fegurð frumskógarins og hafsins saman virkilega falleg, ekki satt? Þessi stígur heldur áfram þar til hann suðurhlíð garðsins og hann býður okkur upp á rólega stund til að ljúka ferð okkar. Náttúrufegurð Tulum jafn mögnuð og saga hennar, hún virkilega falleg. Þegar þú í Tulum, verður þú bara að heimsækja senaturnar. Þetta svona náttúrulegar vatnshólur sem voru heilagar og mjög mikilvægar fyrir Maya fólkið. Yucatán-skaginn fullur af þessum fallegu berghellum og hver og ein hefur sína eigin sögu og sérstaka tilfinningu. Fyrir forna Maya voru senaturnar ekki bara vatnsból, heldur líka heilagar leiðir til að tengjast guðunum. Í dag koma margir hingað til að slaka á og finna fríð. Í Gran Cenote skín sólin í gegnum tæra vatnið, lýsir upp ótrúlegar bergmyndanir og litla fiska. Vatnið svo hreint að þú getur séð allt fyrir neðan, frá glitrandi fiskum til forna stalaktíta og stalagmíta. Það eins og þú sért að stíga inn í annan heim, staðurinn svo töfrandi. Að synda hér eins og að synda í neðansjávar musteri. Hvert andardráttur þinn bergmálar í hellinum og sólargeislanir sem koma í gegnum sprungur í berginu gera staðinn svo fallegan. Hvort sem þú vanur sundmaður eða nýr í köfun, þá þetta ótrúlega upplifun sem þú munt muna lengi. Svo það Cenote Calavera, sem fræg fyrir höfuðkúpu lagaopsín. Þessi staður fyrir þá hugrökku þá sem elska að stökkva í kalt vatn. Gleðin við að hoppa í gennum hringlagaopið og í kalta vatnið gerir þennan stað mjög vinsælan fyrir ævintýramenn. Ef þú að leita rólegri stað, þá Cenote Sachil Ha frábær kostur. Þetta opið cenote með tæru vatni og skemmtilegri rennibraut fyrir alla fjölskylduna. Þetta frábær staður til að slaka á, synda og kæla sig á meðan börnin leika sér. Þetta frábær staður fyrir hópa og fjölskyldur. Hver cenote hefur sína eigin einstöku fegurð. Sumir rólegir, sumir skemmtilegir og allir umkringdir frumskógi. Hátré og hljóð suðræna fugla skapa fallega stemningu og hver heimsókn líður eins og þú sért að uppgötva falin náttúruperlur. Þessar fallnu vatnsperlur fullkomnar til að synda, skoða og njóta frísældar náttúrunar. Hvort sem þú vilt smá tíma fyrir sjálfan þig eða deila upplifuninni með vinum, þá cenoturnar frábær staður til að kæla sig og tengjast náttúrunni.
Til að hjálpa til við að vernda þessa fallegu staði mikilvægt að nota lífbrjótanlega sólarvörn. Senoturnar eru heimili fallegra dýra og litlar aðgerðir okkar geta hjálpað til við að varðveita þessa fegurð í langan tíma. Þessar senotur eru hluti af fallegu umhverfi Tulum, þær bjóða upp á skemmtilega og rólega hluti. Hvort sem það að morgni eða kvöldi, þá lætur ljósið vatnið skína eins og spegil sem gerir hvert augnablik sérstakt. Haltu áfram að horfa, ég gef þér góð ráð ferðalagið. Eftir allar þessar heimsóknir ákvaði ég að fara í Tulum Pueblo, sem hjarta Tulum. Avenida Tulum alltaf full af lífi, heimamenn og ferðamenn ganga og það eru litrika búðir og gómsætir götumatsalar alls staðar. Á handverksmarkaðnum getur þú fundið fallegar vörur eins og teppi, leirker og skartgripi. Þetta fullkomið til að gefa ástvinum eða sem minjagripur. Maturinn hér líka mjög góður. Staðbundin matur eins og tacos al pastor, ferskir safar og cochinita pibil eru allir svo góðir, alveg eins og amma þín hefði gert þá að ást. Fríðurinn í þessari borg, vinalegt fólk og hlýja samfélagsins gera þennan stað svo sérstakan. Þetta eins og lítið, hlýlegt og velkomið þorp. Hér eru reiðhjól mjög vinsæl og tíminn líður hægt og fríðsamlega. Þetta eins og borg þar sem allir taka vel á móti þér. Tulum Pueblo bætir annarri vít við ferðina þína. Það hjálpar þér að tengjast heimamönnum og menningu í þessari paradís. Fegurð Tulum í fólkinu sem býr þar. Ferð okkar til Tulum núna að ljúka. Við höfum safnað svo mörgum fallegum minningum hér. Ég svo þakklátt fyrir hverja mínútu sem ég eyti hér. Fyrir hvert sólsetur, fyrir hvert nýjan vín sem ég eignaðist og fyrir hverja minningu sem ég skapaði. Frá því að skoða forna sögu Majarústanna, synda í fallnum náttúrulegum laugum í frumskóginum til þess að slaka á hvítum sandströndum, hefur Tulum boðið okkur upp á fegurð og margt fallegt. En það sem hefur heitlað mig mest í þessari ferð góðvild og fegurð fólksins. Bros þeirra, gleði þeirra og opið hjarta þeirra hafa látið mér líða eins og heima, jafnvel þótt ég væri langt í burtu. Ég vona með því að ég deila þessari ferð með ykkur hafið þið fundið fyrir sólinni og töfrum Tulum og kannski byrjið þið líka að dreyma ykkar eigin ferðalög. Ferðalög opna hjörtu, kenna okkur annað fólk og láta okkur finna gleði í undrum heimsins. Ef þið eruð að skipuleggja ferð, ráðleggi ég ykkur að heimsækja rústirnar snemma morguns til að forðast mannfjöldan, vera í þægilegum skóm og alltaf nota umhverfisvænan sólarvörn til að vernda þennan fallega stað. Og ekki gleyma götumatanum. Að prófa ekta mexíkanskan mat önnur skemmtileg leið til að læra staðbundna menningu. Samgöngur eru líka mjög auðveldar. Leigubílar og reiðhjól eru góðar leiðir til að ferðast á eigin hraða og uppgötva falda fjársjóði. Umfram allt ferðist með opið hjarta og ævintýraþrá. Takið því óvænta fagnandi, prófið nýja hluti og látið forvitni ykkar leiða ykkur. Takk fyrir að vera með mér í þessari ferð. Stuðningur ykkar og hvatning mjög mikilvæg. Ég vona að við munum halda áfram að ferðast, dreyma og læra saman. Þangað til næsta ferð okkar, megi líf ykkar vera fullt af gleði, undrum og endalausum uppgötfunum. Góða ferð og bless! Ef ykkur líkaði þetta myndband, vinsamlegast smellið að líka við, gerist áskrifundur að rásinni okkar og virkið tilkynningabjölluna. Og ef þið getið keypt mér kaffi á www.buymecoffee.com/KCTravelMagic, þá væri ég mjög þakklátt. Eigið góðan dag!